Fjölsmiðjan á Akureyri hefur verið starfrækt í 9 ár en Fjölsmiðjan vinnusetur ungs fólks á aldrinum 16 til 24 ára sem stendur einhverra hluta vegna á krossgötum í lífinu. Í Fjölsmiðjunni gefst fólki tækifæri til að þjálfa sig fyrir almennan vinnumarkað eða áframhaldandi nám. Starfsmenn eru 20 og viðfangsefnin eru margvísleg. Þetta sjálfseignarstofnun en það voru stofnaðilar Rauði krossinn og Akureyrarbær og Menntamálráðuneytið og Vinnumálastofnun og svo stéttarfélagið hérna í bænum sem stofnuðu þetta í upphafi og þau styðja við reksturinn ennþá, eru í stjórn Fjölsmiðjunnar og svoleiðis. Við hvaða verkefni fáist þið helst við þá? Við erum með 4 aðalverkstaði hérna, við erum með bílaþvottastöð, við erum með þennan nytjamarkað sem við stöndum í hérna, við erum með eldhús og mötuneyti og svo erum við með svona raftækjaverkstæði. Og svo erum við í svona ýmsum smærri verkefni. Við erum með svona pökkunarverkefni nokkur sem við grípum í öðru hvoru og svona ýmis smærri verkefni. Við mokum snjó á veturna svolítið og svona. Hvernig gengur ykkur að finna verkefni? Sko, það gengur mjög vel í raun og veru. Það er gott atvinnuástand á landinu núna þannig að við gætum verið með fleiri krakka akkurat þessa stundina þannig að við erum frekar í vandræðum með að sinna öllum þeim verkefnum sem við höfum. Hvernig mæliði hvernig til hefur tekist í starfseminni? Sko, við höfum nú ekkert sérstakann mælikvarða á það nema þá að við vitum hvert krakkarnir fara þegar þau fara héðan og 70% staðin fara í vinnu eða í skóla aftur eða einhver önnur úrræði. Þannig að árangurinn virðist vera nokkuð góður og við teljum að við séum að vinna gott starf en við höfum svo sem ekki mjög nákvæma mælingar á því hvar þau eru til dæmis 5 eða 7 árum seinna. Eru dæmi það að krakkar séu að koma aftur til ykkar? Já, sko, bæði koma náttúrulega krakkar fara frá okkur í vinnu og svo kannski gengur það ekki einhvern veginn upp og þá koma þau bara aftur til okkar. Og eins koma þau hérna bara í heimsókn, gamlir Fjölsmiðjustarfsmenn koma hérna í heimsókn, borða í mötuneytinu eða kíkja hérna í búðina eða eitthvað svoleiðis, þannig að við hittum þau nú ofta aftur, mörg hver. Eru, til dæmis önnur sveitarfélög, eru þau að horfa til ykkar hvað varðar þessa starfsemi og úrræði sem hér eru? Já, ég held það nú. Það sko, við erum náttúrulega stofnuð að fyrirmynd Fjölsmiðjunnar í Kópavogi og sem aftur stofnuð að fyrirmynd danskra produktionsskóla sem eru held í 100 í Danmörku og svo komið Fjölsmiðja á Suðurnesjum líka og svo náttúrulega fáum við krakka hérna bara af Norðurlandi. Við höfum verið með krakka hér úr nánast öllum sveitarfélögum í grenndinni. Hvað með kostnaðinn? Kostnaðurinn er tölverður við að reka þetta. Við fáum styrk frá Akureyrarbæ og Vinnumálastofnun og Menntamálráðuneytinu sem dekkar hlutakostnaðinum en svo þurfum við að búa til stærri hluta sjálf og það hefur bara gengið bærilega frá upphafi. En atvinnulífið styrkir það ykkur? Já, óbeint. Við höfum fengið styrki frá nokkrum fyrirtækjum sem mjög gott en aðalega náttúrulega styrkja menn okkur með því að koma að borða hjá okkur eða láta þvo bílana fyrir sig eða eitthvað svoleiðis og það svo sem Akureyringar hafa verið mjög hliðhollir okkur og koma mikið hérna og bæði til þess að versla í búðin okkar eða láta þvo bílinn eða eitthvað svoleiðis og það okkur ómetanlegur stuðningur. Sem dæmi þessa styrki þá einmitt núna næstu helgi á laugardaginn kl. 1 að þá ætlar Ambassador að styrkja okkur. Þeir ætla að bjóða okkur, Fjölsmiðjufólki, í hvalaskoðun og þeir ætla að bjóða Akureyringum að koma með okkur og fyrir brota af þeirra upphæð sem það kostar venjulega að fara í hvalaskoðun. Þeir ætla að bjóða þetta á 4.000 krónur, það sem venjulega kostar tæp 12.000 krónur að fara í svona hvalaskoðun. Og við hvetjum alla Akureyringa til að koma og kaupa sér miða og panta sér far hjá Ambassador í hvalaskoðun og fara með okkur. Hvers vegna styðjið þið við bakið á Fjölsmiðjunni? Já, okkur bara finnst starfið sem Fjölsmiðjan að vinna alveg frábærlega, alveg framúrskarandi og við viljum hérna leggja okkar að mörkum og þess vegna ætlum við að bjóða upp á svona fjáröflunar siglingu núna helgina og þess að fólki gefst kostur á að koma í hvalaskoðun á mjög lágu gjaldi og öll innkoman, hver einasta króna og rennur til Fjölsmiðjunnar og starfsmenn Ambassador, þeir munu gefa vinnu sína við þessa siglingu. Og hvenær verður svo farið? Það á laugardaginn næstkomandi kl. 1.
hérna frá Torfanesbryggjum.